Komiði sæl og verið velkomin í klefann. Markmiðið að finna leiðir til að bæta árangurinn. Gefum Silju Úlfars orðið. Ólafur Björn Loftsson, afreksstjóri Golfsambands Íslands, mættur í klefann. Ólafur var einn fremsti afrekskylfingur okkar Íslandinga í mörg ár og einn reynslumesti landsliðsmaður Íslands og fyrsti íslenski kylfingurinn sem fékk tækifæri að keppa á PGA mótaröðinni í Bandaríkjunum. Þá sinnti hann stöðu framkvæmdastjóra PGA á Íslandi og að sjálfsögðu golfþjálfari. Ólafur ætlar að segja okkur aðeins frá golfsumrinu, reynslu sinni, verkefni sem hann að vinna í og fleiru í þættinum. En sjálfsögðu áður en við byrjum, þá ætlum við að taka auglýsingar, fara aðeins yfir samstarfsaðilana og ég fekk frábæra hugmynd að biðja ChatGPT að semja fyrir mig auglýsingar með húmor og golftengingu. Og ég hafði allan gaman af. En þegar svitin rennur eins og regn á opnu móti í Skotlandi, þá nær Powerade þér aftur í gang. Vökvi, steinefni og orka, svo þú endir ekki eins og golfkylfa sem gleymdist í sandglompunni. Powerade fyrir líkama í neyð og hetjur í laumi. Þetta var gott. Mjög gott. Ok, á golfvellinum skiptir höggafjöldi máli og það gerir bankareikningurinn líka og ef þú vilt að peningarnir þínir vinni jafn hörðum höndum og þú á vellinum, þá þarftu auð. Sparnaðu fyrir framtíðina svo þú endir ekki blankur eftir fyrsta golfsæti sem þú ákveður að splæsa í fyrir framtíðina. Auður fyrir þá sem vilja eiga inni bæði fugla og fjármagn. Mjög gott, já. Er þetta ekki impressed? Ég sammála. Já. Ef þú heldur að þú vitir betur en þjálfarinn, þá komið tími til að sanna það. Sæktu lengju appi, spáðu í leikina og sjáðu hvort þú getur unnið þér inn meiri peninga en þú eittir í golfskálanum helgina. Lengjan þar sem sófaskoðun verður að íþrótt. Þetta var líka fínt. Og heldur við áfram, tjók. Ef þú ætlar að slá langt þá þarftu orku og ekkert slær eins og ferskur fiskur úr hafinu, fiskverslun. Prótein í hæsta geðaflokki beint frá sjónum svo þú getur tekið næsta par 5 hólu eins og sjóhetja. Þú ferð ekki á masters með skýr og orkustykki. Hafið fiskverslun þar sem meistarar fá sitt prótein ferskt. Hafið klikkar aldrei. Hafið klikkar ekki. Ertu hafsmaður? Ég hafsmaður. Já, ég fíla það. Þú ferð í sveiflu, liðirnir kreppast og þú spyr sjálfa þig, þetta eðlilegt? Með Nutrilent Gold ferðu liðir sem þú að mæta á golfvellin með þér, aftur og aftur. Fyrir þá sem vilja klára golfring án þess að hlusta á hnéð kvarta eftir 9 hólur. Nutrilent Gold, því sveiflur eiga að vera í sveiflunni en ekki liðunum. Þetta var svolítið svona amerískt. Já, það þarf margir að skoða þetta, sko. Herðu, vertu velkomin. Takk fyrir boðið. Já, hún Hulda Bjarna, forseti GSI, hún bent á þig og sagði að þú væri stór skemmtilegur, þannig að ég ber mikla væntingar. Ég reynir standa mig. Herðu, en viltu ekki bara byrja að segja svona frá þinni vegferð í golfinu? Jú, ég byrjaði í golfi svona, 13. aldursári, okay. 12-13 ára. Þá byrjaði ég svolítið svona á fullu. Fram að því hafði ég kannski farið svolítið bara með mamma og pappa út á völl og kemur mikill í golf fjölskyldu. Afi minn var einn af stofnendum Nesklúbbsins á Seltjarnarnesi. Já, ég á minningar það. Og pappi var fyrrum Íslandsmeistari þannig að þetta var svolítið kannski í blóðinu en svona fram að þessum aldri kannski 13 ára þá hafði ég miklu meira áhuga á öðrum íþróttagreinum. Hvað varst að æfa annað? Ég var í fótbolta, handbolta, körfubolta. Ég var bara mikið að prófa margar íþróttagreinar og þannig ég hafði svona aðeins meira áhuga á þessu svona framanaf en svo bara var eins og eitthvað hafi svona komið yfir mig bara allt í einu. Og þetta fór frá því að vera bara svona eitthvað sem ég gerði bara stundum með mamma og pappa í að ég var bara út á golfvelli frá morgun til kvölds á hverjum einasta degi og gerði það bara og hef vel gert það svolítið bara síðan og þessi íþrótt hefur bara svona alveg tekið yfir hjá mér og ég bara, ég er algjör íþróttafíkill og það náttúrulega helst í golfi. Ólstu þá upp basically á Nesvellinum eða var einhver öðru velli? Ég er alveg upp í Vesturbænum, ég var með stórkostlegt útsýni yfir KR svæði, þannig ég er grjótharður KR-ingur, en það var stutt fyrir mig að fara... Ég er í svert og hvítu. Já, vel gert, sko. En það var stutt fyrir mig að fara út á Nes, þannig að það var frábær staður til að alast upp og
Þetta var og er mikill svona fjölskylduklúbbur, þetta var ekki mikill afreksklúbbur í golfi, þannig að það var ekki svona mikill afreksmenning, þetta var svona öðruvísi andi en ég lærði rosalega mikið á því að bara spila með félagsmönnum og já, bara kynntist ótrúlega mörgu flotti fólki þarna og var náttúrulega bara svolítið mikið oft með völlin svona fyrir mig á öllum tímum sólarhringsins og það var alveg frábært uppeldi. Já, ertu ennþá á Nesvelli? Já, þannig að þetta er minn klúbbur. Þetta er þinn klúbbur og káir. En sko, svo verður Íslandsmeistari í fyrsta sinn fullorðinsflokki 2009, þá ertu 21-22 ára og hvað fetaði þar í fótspor föðins Lofts Ólafssonar. Var þessi fyrsti, er þetta eini titillin? Þetta er eini titillin, já, og bara var rosalega skemmtilegur og þetta var rosalega skemmtilegt moment svona og þetta var haldið á sama velli og pabbi vann og hann var hann á pókanum hjá mér og þetta var svona pínu eins og við hefðum skrifað eitthvað handrit fyrir einhverja bíómynd og það sem þetta var mjög dramatíst, ég var hann í svaka keppni og var 4 mörgum á eftir þegar 4 hólu voru eftir og gekk allt í sögu á lokahólunum, fekk 4 fugla á síðustu 4 hólunum og vann á svona dramatíska máta í umspili, þannig að þetta var rosalega svona skemmtilegt og dýrmætt moment fyrir mig og fyrir svona fjölskylduna. Já, geggjað. En svo ferðu í háskóla til Bandaríkjanna, örugglega undan þessu reyndar, en ég fór reyndar í kjölfarið af þessu, ég var búin að vera í 1 ár áður en að ég University of North Carolina at Charlotte. Hvernig kom það til? Það byrjaði þá, ég fór í 1 ár í annan skóla sem var í Georgíu í Atlanta sem heitir Oglethorpe University og er í 3. deildinni og það byrjaði bara þannig að ég var að reyna að komast í háskólagolf og var ekki með neitt stöðning. Þannig að ég var svolítið mikið að reyna að gera þetta sjálfur og það gekk bara mjög illa og það vantaði kannski aðeins hjá mér að bara tala við kannski réttu einstaklingana hérna heima af því að auðvitað höfðu aðrir áður farið út en ég endaði að fara í háskólann í Reykjavík í þá 1 ár og þar spurði ég bara eftir hvort það væri einhver skóli með svona skiptinámsprógram og það var 1 skóli í Bandaríkjunum og ég flett honum upp og hann var með gollið. Þannig að ég bara let slag standa og fór út og þaðan vann ég mig í rauninu upp í Charlotte, þannig að ég rauninni bara svolítið mætt á staðinn og bara spurði má ég vera með og var þarna mjög sterkur kylfingur með við þennan skóla og endaði ég vera bandarískur háskólameistari bæði sem einstaklingur og sem lið þannig í þessum skóla, þannig að þetta var mjög skemmtilegt ár þó að ég var auðvitað að leita kannski aðeins hærra leveli. Stundum það maður að byrja og þetta var einleið til að svona uppfylla drauminn og þarna fekk ég tækifæri að komast í Charlotte sem var mjög hátt rankaður þegar ég fór í þetta ferli að skipta frá Oglethorpe yfir í Charlotte. Varstu úti í 4 ára? Já, svo samtals í 4 ár, 3 í Charlotte og 1 í hinum. Hvað var forgjöfið þín á þessum tíma? Hún ætlum hafi ekki verið svona í kringum +3, já. Hvað var hún þegar þú varst bestur? Örugglega bara svipað sko, +3, +4 kannski, já. Þannig að þetta er svona... Já, ég held að ég sé eitthvað svipað. Er það eitthvað svipað? Herðu, en með Bandaríkinu, háskóla, út af því ég veit að þú ert líka eitthvað aðeins aðstofa að kylfinga að fara út í háskóla. Er þetta sterkt skref fyrir kylfinga, íslenska kylfinga? 100%. Þetta er svo leið sem er best til þess fallin að komast í fremsturöð í heiminum í golfi í dag. Er þetta líka svona hjá öðrum löndum, þeir horfa á Bandaríkin líka? Já, og bara, þetta er ekki í rauninu huglægt mat, þetta er bara ef maður skoðar hvar eru bestu áhuga kylfingar heims að spila í dag, þá eru þeir allir að spila, eða flestir í háskólagolfinu. Held að séu 82 af 100 bestu kallkylfingunum eru í háskólagolfinu. Af efstu 10 áhuga kyllingum heims í dag þá eru bæði kalla og kvenna, þá eru þau öll í háskólagolfinu. Þannig að þarna eru sterkustu kyllingarnir, sterkustu mótin en það sem að við getum í rauninu bara ekkert keppt við í dag er bara virðið að fara þarna út eins og þú náttúrulega þekkir vel sjálf að vera í þessu umhverfi að þá er þarna bara þessi blandaðu þetta námi og
og íþróttum geggjuð og stuðningur þarna náttúrulega bara ólýsanlegur og hérna eins og fyrir kylfingarna að fá að spila þarna í 12-13 mótum yfir árið á mörgum að bestu völlum Bandaríkjanna þar sem allt hugsað fyrir þig, þannig að fjárhagslega, stuðningslega þá þetta svona algjör no-brainer í rauninni. Hvað lærið þér úti? Ég lærði fjármál. Já, ok. Ég nefnilega fór út og var bara eitthvað, þetta örugglega bara nice. Ég ætla bara að hlaupa hratt, ég nenni ekki alveg. En ég veit ekki alveg að svona, ég var miklu svona meira að hugsa golfið en námið, þó að maður hafi vissulega og ég held að fylgja svo litið íþróttamönnum, við erum náttúrulega kannski bara mjög metnaðarfull og þannig að árangur í námi helst oft í hendur við árangur í íþróttum, þannig að það gekk alveg mjög vel en ég var þarna fyrst og fremst út af golfinu og þetta var rosalega skemmtilegu tími og tími sem ég væri bara alveg til að taka aftur af því að þetta var bara draumi líkast sko. Ég segi þetta líka, ég myndi gera aftur og ég bara hvet alla til þess að stefna þetta. Sammála. En eru margir íslenski kylfingar núna í bandarískum háskólum? Já, ég held að séu kannski svona 25 kylfingar. Og eru fleiri á leiðinni? Já, og ég held að þetta kannski 5-6 á ári sem eru að fara út svona alla jafna en hérna við reynum bara að reyna hjálpa kylfingum að skilja þetta ferli og náttúrulega bara það sem ég kannski svolítið lent í að þetta var ekkit sérstaklega aðgengilegt, það voru engar svona kannski við svona sýnilegar þjónustur að hjálpa krökkunum og hérna það eitthvað sem að breytt í dag og við reynum bara bæði hjá GSI að fræða og hjálpa kannski þá sérstaklega okkar svona fremstu kylfingum en það sem svo fallegt við þetta að þetta svolítið fyrir alla, það eru 1000 skólar í hérna Bandaríkjunum og hérna það í rauninni hægt að finna eitthvað fyrir mjög marga, þannig að segja að maður þarf ekki að vera alveg kannski fremstu röð til að hérna skoða þetta, en þetta getur verið svakalega svona, skemmtileg reynsla og alveg sama hver markmiðin í rauninni. Ég veit að það ekki Brynja Ben, Soccer and Education og hérna, þú varst nú eitthvað að vinna með honum. Ég vann með honum og hérna kynntist Brynjari og Jónu sem sagt þegar ég var að hjálpa kylfingi, hafði gert það kannski í 2-3 ár, svona fyrst mjög óformlega og svo kannski fór ég að taka þetta aðeins á svona næsta stig og þá hérna hafði hann einmitt samband við mig og hérna ég var kannski fyrst að hugsa svolítið bara að halda áfram mínu striki en svo eftir að ég kynntist þeim að þá náttúrulega frábært fólk og hérna ótrúlega gaman að hérna finna orkuna frá þeim og þannig að við áttum alveg í ótrúlega góðu samstarfi og hérna og bara mér finnst gaman að sjá hvað þau eru búin að í rauninni ná langt í þeirra svona stuðningi í mörgum íþróttagreinum. Einmitt. Og þú ert að aðstoða kylfinga að komast út og ef einhverju er hlusta þú veist þá eru þau með alls konar íþróttagreinar Soccer and Education og hann Brynjar er búin að koma inn, hann sko nágrannar minn eiginlega. Já, okay, þannig að heima bara hérna rétt hjá. F-háingur. Já. Mikill. Það bara þannig. Þau fóru svo í Clemson eins og ég sko. Já, einmitt. Og sem segir kannski hvað tíman eru aðeins öðru sig en þau sem komu heim til mín og skoðu myndaalbum. Já, einmitt. Það var ekki símanum. Það var ekki símanum, sko. Nei, ég var með svona flip-phone. Heyrðu, en hérna PGA, getur aðeins sagt mér frá því? Já, þetta rosa sterkt vörumerki en PGA á Íslandi sem að vísa til. Það er samtök atvinnukylfinga eða svona hagsmunasamtök fyrst og fremst svona golfkennara á Íslandi. Þannig að hérna þetta mjög öflugur hópur af frussaðist upp úr Powerade-inu mínu í andlita á mér. Herri, já, en hérna, þú varst sko, framkvæmdastjóri þar og varstu þá bara, svo, þetta aðalega kennararnir og þeir taka kennararnám úti og allir golfkennar hér á Íslandi þurfa að vera með PGA-menntuna? Já, en sko, upphaflega var það þannig að PGA-kennararnir voru að taka menntunina erlendis en 2004 var golfkennaraskóli PGA á Íslandi stofnaður. Og þar hefur hann Arnar Már Ólafsson farið fyrir þeim skóla ásamt mörgum öðrum. Já. En þetta svona stærsti pósturinn í starfsemi PGA á Íslandi að það bara menntun golfkennara. Já. Og sem sagt árið 2004 að þá
voru allir að sækja sinni menntun erlendis en síðan þá búið að útskrifa núna bara 100 golfkennara á Íslandi í gegnum golfkennaraskóla PG á Íslandi og bara það árgangur að útskrifast núna í maí, það eitthvað 40 golfkennarar. Er þörfin svona mikil? Þörfin svolítið mikil, vissulega eru margir að sinna þessu kannski ekki fullu starfi, en þú veist, golfhreyfingin náttúrulega bara á Íslandi í svona, það bara mikil vöxtur og við erum með kannski, ég held að þessu 26.000 skráðir kylfingar í golfklúbbum á Íslandi en væntanlega eru kannski, ég veit ekki, 40-50.000 manns að prófa golf og spila á einhverju leiti, þannig að það er bara rosalega mikill kostur að vera með svona mikið af færum golfkennurum. Er íþróttafólki, tekur það réttindin? Verður þau betri íþróttamaður eða með þessi réttindi eða? Nei, sko það verður oft þannig kannski að eftir að þú ert búin að eða hættur í atvinnumennsku þá hafa margir farið þessa leið og það er rosalega gott kannski fyrir okkur að missa ekki þekkinguna, að fá alla þessa einstaklingar sem eru búin að setja 20-30 ári í golfið að taka skrefið alla leið, þannig að mjög mikið af okkar fyrrum atvinnukillingum eru PG menntaðir kennarar í dag sem er mjög dýrmætt, en í þessum samtökum eru líka spilandi atvinnukillingar, þannig að þetta er flott hérna. Kombo. En bara þú veist, golf á Íslandi, er þetta ennþá í svona miklum vexti? Já, í rauninni, ég held að það hafi verið 11% vöxtur núna á síðasta ári og þú veist, maður finnur alltaf, þó maður sé svona inn í hreyfingunum, mjög djúpt inn í hreyfingunum, þá finnur maður bara fyrir rosalega miklum áhuga, alltaf tölur vissulega að sína það, en ég held að ég skil það líka bara rosalega vel, mér finnst þetta svo stórkostleg íþrótt, það er svo mikill fjölbreytileiki í golfi, þú veist, það er tengingin við náttúruna, tengingin við fólk, þú veist, þetta er svo ég skil það rosalega vel að það sé mikil vöxtur og það er svo margt líka eins og bara fyrir 10 árum þá voru alla, þú veist, til golfhermar á Íslandi. Þetta hefur vissulega verið. Hvað margir núna? Ég bara væri rosa til að sjá greiningu á því. Ég held að þetta eru mörg 100 golfhermar held ég. Vá, ég held þú bara að fara að segja kannski 5? Alls ekki, sko. Bara að við tökum, það eru mjög margir staðir á Íslandi sem eru með kannski 10 plus golfherma á sama stað. Og svo er bara fullt af fólki komið með þetta í bílskúrana sína, þannig að bara tæknin hefur breyst rosalega hratt og þetta er rosalega spennandi fyrir okkur sem erum kannski með frekar stutt tímabil svona á alþjóða samanburði að geta sótt í þetta og haldið kannski þessu svona heilsástengingu. En þessi golfhermar, þessi bransi, er eitthvað svona, þú veist eins og það er eitthvað svona bumbubolti í körubolta, bara á alltaf miðvikudagi þarna eitthvað, þú veist, er þetta svolítið svona, þú veist, að það er bara einhver á bara alltaf miðvikudag klukkan 8 allt árið eða? Klálega. Og það er náttúrulega bara sem er svolítið kannski í gangi yfir sumartíman og þetta er bara svolítið að færast inn yfir í golfhermana og það búið að vera rosalega mikil vöxtur í golfhermabransanum bara á mjög stuttum tíma og þetta styður allt við bara vöxt íþróttarinnar. Þetta er náttúrulega frábær lýðhelsa, sko. Erum við með nóg golfvöllum fyrir alla þessi iðkendur? Við erum með held ég flesta golfvelli í heimi með höfðatölu, þannig að það ætti að vera en vissulega þá er sem sagt golfvellir á höfuðborgarsvæðinu mjög þéttsetnir og þannig að það væri alveg gott að fá svona fleiri golfhólur á höfuðborgarsvæðinu og það er sem betur fer bara í bígerð á einhverjum stöðum þar á meðal hérna í Hafnarfirði Sebyrgið og Keilir, Já, en svo er yfir Hvaleyrarvatn þar er verið að... Ég er að benda þangað, þú ratar ekki eins vel og ég. Nei, skilji. En þannig að það er bara mjög spennandi, en svo erum við bara við erum mjög heppin, við erum með mjög marga velli, til dæmis bara mjög nálægt höfuðborgarsvæðinu, sem er á mjög háum standard og í rauninni alveg sama hvar þú býrð á Íslandi, það er alltaf stutt í næsta golfvöll og þannig að það væri vissulega gott að fá fleiri golfhólur hérna á höfuðborgarsvæðinu og það er mjög mikil aðsókn í vellina hér, en við þurfum líka að vera kannski góði að sækja bara í tækifærin sem eru nálægt okkur. Já, en þú veist, einhvern tímann heyrði ég að það væri bara biðlistar í klúbbana og eitthvað, er það málið? Á höfuðborgarsvæðinu eru bara, ég held að séu örugglega biðlistar í
flesta ef ekki alla klúbbana á höfuðborgarsvæðinu. Og hvað ertu að býða ár eða? Mismunandi, ég held að eins og út á Seltjarnarnesi það er örugglega 7 ára biðlisti. Það er mjög en ef maður þekki mann? Ég held að þú farir bara í röðina sko. Þú verður ekki að segja annað en fyrir allir vinniðinnar að hringja. Já, ok, 7 ára biðlisti. Vá, ok, það er mjög áhugavert. En hver er uppáhaldsvöllurinn þinn fyrir utan Nesvöllin þá? Þarna tókstu svarið. Já, ég fattaði það bara, þetta var svo augljóst. Ég koma náttúrulega rosa, diplósvar, koma margir í huga. Ok, þú mátt segja 3 flotta. 3 flotta velli. Já, sem þið er gaman að spila. Sko, hvað var það keppnisgolf? Ok. Þá er maður kannski svona mjög hrifinn af Keili, hérna í Hafnarfirði og hérna Korpan, hjá Golfklúbbi Reykjavíkur. Já. Þú veist, þetta eru kannski svona þeir velli sem að ég held mest upp á svona hvað keppnisgolfslega séð, en svo eru vellir, þú veist, eins og í Vestmannaeyjar og Akureyri, þú veist, í ykkur svona styrluðu umhverfi sem er náttúrulega bara, þú veist, maður skilur vel að þetta er vinsælt fyrir túristana að koma hérna og fara til Eyja og bara hvað er í staddur, sko, og náttúrulega fyrir utan það að hérna geta spilað á öllum tímum sólarhringsins á Íslandi og þú veist, þetta en við erum ógeðslega heppin, við erum bara marga ótrúlega flotta velli. Ég er býttur og talir Oddfellow, sko. Já, það er til dæmis eitt völlur sem er bara, þú veist, alveg geggja, við vorum í Íslandsmótið hérna 2023, fengum hérna alveg sturla veður síðustu 2 dagana, það var alveg svona gæsahúðstemning að allir í stuðpusum og bara, þú veist, að horfa á bestu kylfingina að spila á einum allra flottasta vellinum, þú veist, hann er alltaf í sturluðu ástandi völlurinn, þannig að hann er klárlega þannig uppi líka. Áðurinn byrjum var ég að segja honum að ég var einu sinni, ég veit ekki hvað það kallast, var ég skrifstofu pían eða eitthvað sem var að vinna það upp í Oddfellow og þá var ekki til golf.is, það kom árið sem að ég var að hætta, þannig að ég bara satt með síman og það var alveg major breakthrough þegar ég gæti transferað símtalinn og verið heima hjá mér, sko, stundum á kvöldin að svara síman þegar, þú veist, það var kannski komið myrkur eða eitthvað. En hérna, ég fannst alveg ótrúlega gaman og fólk kom inn með punktana og ég var að reikna það út og bara, þú er komið 14 í, þú veist, þannig ég var alltaf vinsæl, fólk alltaf kom einhverju kökur handa mér og eitthvað svona, það var, og svo var þekkt fólk að reyna að múta mér, þannig að ég var alltaf, þú veist, tímana, já, þú veist, bara allan að fá tíma, sko, þú veist, þannig að ég var alltaf á hérna gestalista hjá Sálinas Jónsmíns og eitthvað svona, þetta var ekkert eðlilega skemmtilegt, þetta var smá þannig, en hérna, en út af því við vorum að tala að bjarta nóttinni, svo var ég að reyna að fara heim klukkan 11 þegar vinnutími var lokinn og þá var fólk alltaf ennþá að koma, þannig ég var alltaf að hlaupa eftir þeim að rukka og stundum komst ég bara ekki heim fyrir bara 1:30 nóttina og þurfti náttúrulega að vera mætt helst 7 daginn eftir, sko, þannig að þetta var hrikalega skemmtilegt. Erfiðasti völlurinn? Erfiðasti völlurinn ég veit það ekki, ég myndi kannski segja Korpan. Já. Það kannski eftir aðstæðum. Hvernig viðrar. Já. En þú veist, eins og Keilin og það er svona við sjóin og eitthvað. Hann er örugglega mjög nálægt líka, búið að lengjast núna völlurinn og búin að fara í gegnum mjög mikla breytingar núna bara þú veist síðustu 5, 6, 7 ár. Þannig að, og mjög góða breytingar á þeim velli. Það búið að snúa einhverjum hólum. Ég er búin að breyta bara hvað er að hlutanum alveg, þannig að hann er örugglega hérna líka uppi sem einn af okkar erfiðustu völlum og við erum með Íslandsmótið þar í ár og það verður alveg rosalega spennandi. Hvenær er Íslandsmótið? Það er í ágúst, 7. ágúst minni mig. Já, bara beint þetta verslumælgi. Er hérna hveit alla til að koma og fylgjast með okkar bestu kyllingum. Sjálfsög. Og segðu mig bara frá Íslandsmóti. Já, þannig að koma bara, þetta eru 100, maður ekki nákvæmlega töluna, þannig að koma 140 bestu kyllvíkar landsins keppa í 4 daga. Færðu boð? Í rauninni, þú kemst inn út frá svona nokkru mælikvörðum í rauninni en kannski svona sá síðasti þar sem að skurðpunkturinn endar, það er í gegnum forgjöf. Þannig að ég hef verið kannski svona í gegnum tíðina, þarf það að vera kannski með í karlaflokki betra en 1 í forgjöf og í kvennaflokki betra en 4-5 í forgjöf til að komast inn í mótið, þannig að og þarna
Já, keppa þá kylfingar í 4 daga, spila frá 5. degi til sunnudags, sýnt í beinni útsendingu í sjónvarpinu frá 1. degi til sunnudags á RÚV. Já, RÚV, já. Og en ég myndi klárlega hvetja fólk til að mæta á völlin. Má fólk labba með og svona? Já. Okay. Og Er þetta höggleikur? Þetta er höggleikur, þannig að hvert högg telur 72 hólur og sá kylfingur sem fyrir á lægsta skorinu verður krýndur Íslandsmeistari. Er svona, þú veist, er cut-off eftir einhverju daga? Eftir 2 daga þá komast bestu kylfingarnir áfram. Hvað er það margir? Það eru, held að séu efstu 60%. Já, ok. Hefur stundu bara einhver svona næstu svona Jón Jónsson bara komið og verið bara staðið sér brjálæslega vel? Já, það er fullt og það er kannski bara það sem er svo geggjað við golfið að ég veit ekki með Jón Jónsson hann er örugglega góður í því ég þekki minn mann en sko það sem er svo gaman við golfið er að þú ert með náttúrulega svo margar svona skemmtilegar sögur ólíkt mörgum öðrum íþróttagreinum að þá getur aldurspili verið svo rosalega mikið þú veist við erum með Perla Sól var Íslandsmeistari 15 ára Raka Sig líka 15 ára svo erum við með einstaklega eins og bara Hlinur í oddinum, hann endaði í öðru sæti þú veist ég 40 eitthvað ára þú veist, nálgast 50 samt svo ungur já, mjög sko en þannig að þú veist það er svona sem er svo sjarmerandi við golfíþróttina að þetta hentar öllu aldurspili og það sama á við keppnisgolfi, þú getur verið að toppa á 40 eða 50 aldri og það er bara mjög algengt að kylfingar bara í fremsturöði heiminum sé að toppa í kringum 30 eða 35 og Er það sama hjá köllum og konum? Nei, ég myndi segja þetta var aðeins fyrr frá konum og þú veist það er náttúrulega eru með aðeins annan tímaramma en kallar kannski þú veist það getur verið náttúrulega mjög erfitt að fara í barnegnir og koma aftur þannig að þær þurfa kannski að setja aðeins annan tímaramma á sinn ferill, marga hverjar en það er náttúrulega alls konar í rauninni. Já, en út af að tala erlenda kylfinga Rory, hvernig segir ég? Rory McIlroy. Já, djöfull var þetta geggjað. Þetta var ótrúlega gaman. Ég man bara ekki eftir að hafa verið jafn límdur við eitthvað golfmót bara frá því mann eftir mér. Þetta er eitthvað, hann er búin að vera svo mikil hann er búin að vera svo stór fyrir golfíþróttina í langan tíma og hann hefur ekki unni risamót í áratug. Ég hélt hann að vera eiginlega búinn nefnilega. Hann er nefnilega alls ekki búinn að vera búinn, hann er búinn að vera þú veist, eitt besti kylfingur í heimi allan hann tíma, hann hefur ekki náð þessum áfanga þar sem að kylfingar eru svolítið dæmdir eftir, er sem sagt fjöldi risatitla og hann er búinn að vinna hann að 4 risatitla á árunum 2011 til 2014 og hann vantaði að vinna sem sagt Masters risatitilinn sem sagt. En er þetta ekki að vinna þá alla á einu ári? Það er einlega og Tiger náði að gera það samfellt, hann náði ekki á einu ári en hann náði að vinna 4 í röð sko. en það er svolítið, það eru bara 5 kylfingar sem hafa náði að vinna þessa 4 risatitla og Rory bara einhver tíma og Rory vantaði þennan titil og hann var hann með 4 okkar fórustu á þessu sama móti þú veist, það sem hann endaði á 80 og lokarhringnum og svona tapaði mótinu frá sér og hefur verið mjög oft í öðru sæti undanfarin ár og það var rosalega langur aðdragandi að þessu, bæði hvað þetta mót varðar og bara að vinna næsta risatitil og klára þessa allslemmu eða Grand Slam og hann var eiginlega búinn að klára þetta í mótinu og það var svo gaman það var svo áhugavert að sjá að hann er bara að djóka, hann er bara ekki að standast pressuna en til skiptis á því að bara svona missa hausinn er hann að slá einhver sturlustu golfhögg þannig að þú veist, leið og hann gerir mistök þá kom eitthvað rosalegt golfhögg frá honum og svo ger hann aftur mistök og svo aftur eitthvað svakalegt og endar á að vinna í bráðabanna, þú veist, þetta var bara þetta fór í bráðabanna en hvað hann tók ég er alltaf stressað að fólk fatti ég skal hjálpa þér eitthvað, hann tók eitthvað 6 hólur í röðu eitthvað undir pari fugl eða eitthvað, var það ekki? Sko, hann á loka hringnum þá tók hann þetta svolítið bara, eins og segja, þetta var rosalega mikið að rokka svona upp og niður en hann var komin hann með 4 okkar fórustu og þetta var allt svona komið á cruise control svo gerir hann bara rosalega dýr mistök
á sama tíma og Justin Rose hann að raða í rauninni fuglunum inn til að búa til spennu í mótinu. Það sá sem var í öðru sæti? Ég var að fatta, ég veit ekki, ég hef ekki búin að heyra það nafn, sko. Þannig að en já, þannig að þú veist, þetta, ég bara, maður líka bara svona klökkur að horfa á þetta, þú veist, þetta var bara, það var rosalega svona stórt moment bara í golfhreyfingunni og þú ert sko blottn í augunum, finnst mér. Þetta var rosa cool, þannig að bara, þetta var mjög gaman. En þú veist, ok, fyrir leikmann eins og mig sem er kannski ekki alveg all in í þessu, þá einhvern veginn finnst mér, þú veist, það búið að vera Tiger Woods og svo var það bara Rory McIlroy. Ég hef ekki tekið eftir einu öðru nafni sem er allan að fest hjá mér. En það heldur rosa erfitt að koma eftir Tiger Woods, hann breytti leiknum alltaf svo gigantist mikið og ég held að séu alltaf bara fáir í íþróttaheiminu sem hafa haft jafn mikil áhrif og Tiger Woods. Þú veist, þetta er bara þetta er rosalega áhrifamikið sem hann hefur gert fyrir íþróttina þannig að ég myndi segja að þó að Rory sé kannski svona sá sem kemst hvað næst í að þá er bara rosalega erfitt að svona matcha það sem að Tiger hefur gert fyrir íþróttina. Manstu hvað Rory er gamall? Við halda hann væri svona 35-6 ég held að sé aðeins yngri hann keppti á sko Evrópumóti manni eftir þegar það var fyrsta Evrópumóti mitt árið 2007 þá stóð maður einmitt hliðin á honum hérna í opnunarathöfninni og þá manni að Sigmundur Einar hann pikkaði svona í mig og benti mér svona þessi gæi hérna, þetta er besti áhuga kylfingur heims og maður horfði svona á hann bara þá var hann með rosa mikið svona eitthvað afróhár og hann var örgulega, allir ekki verið 17 ára eða eitthvað og ég bara svona right, sko, þessi gæi, þú veist, svo bara var þetta næsta stórstjarna. Ok, en þú fórst á Evrópumeistarmót heitir það meistarmót Evrópumót, bara, Evrópumót í golfi. Segðu mér hann frá þínum svona afreksferli. Já, það, sem sagt, þetta var fyrsta móti mitt þannig á 2007, þannig ég tók í 6 ár Evrópumót og heimsmeistarmót þegar það var, þannig að maður fekk ferðast heiminn og spila í Ástralíu, Argentínu og fullt af Evrópumótum og það var ótrúlega gaman og þannig að maður var svona bæði að keppa sem einstaklingur og sem lið það er alltaf að tala svolítið kannski náttúrulega golf sem einstaklingsíþrótt en það er svolítið svona mér finnst það rosalega mikill plús að geta gert svolítið bæði og sjá heiminn aðeins líka og bara þú veist, náttúrulega í háskólagolfinu þá ert að keppa sem einstaklingur en þú ert líka að keppa sem lið það sem að 4 af 5 bestu skórunum telja og og í þessu Evrópumótum og heimsmeistarmótum að þá er maður að fara út með þetta eru 6 manna lið og þetta er náttúrulega alveg ótrúlega skemmtilegu tími og bara mikil heiður að keppa fyrir Ísland og spila í svona stemningu þar sem þú bæði að spila högleik og hólukeppni og þannig að ég á rosalega margar góða minningar úr þessum tímabilum og fekk svona framlengingu á því bara með því að halda áfram sem þjálfari núna í dag. Já, ertu að ferðast mikið með krökkunum í dag? Já, þannig að í dag er ég að bara sinna mjög svona fjölbreyttu og skemmtilegu starfi sem Já, við kannski vorum ekki búin að segja það en þú er sem sagt afreksstjóri GSI endilega segja okkur frá hvað það er. Já, það er sem sagt bara ég er svona afreksstjóri skástrík landsliðsþjálfari þannig að ég er svona með umsjón þá yfir alla afrekskylfinga hvort sem þau eru 15 ára eða 25 og ég er með svona bara prógram fyrir okkar landslið svona æfingahóp og reynum bara að styðja við okkar framtíðarstjórnir eins vel og mögulega getum en kannski svona skemmtilegsti tíma ásins sem er svona hefjast núna það er í mununum móta tímabilið þegar við erum að ferðast mikið í alþjóðlegu mót og keppa fyrir Ísland þetta er svona stærsta er kannski þá EM-liða sem verður núna í júlí þar sem að við förum það fyrir hvað 32 manna hópur út þetta eru þá 4 lið, kalla, kvenna, pilta og stúlkna og 4 mismandi staði förum í æfingaferð í aðdragandanum og þarna eru þjálfarar og sjúkraþjálfarar með og þannig að þetta er mjög spennandi og svo er HM í haust í Singapúr og við erum svona í baráttunni í dag að koma okkur þar inn og byrja okkur það tekur mið af heimslista áhuga kylfinga og það er sem sagt tekið meðaltal 2 bestu áhuga kylfinga frá hverju landi
einhver kvóti frá mismunandi álfum og eitthvað svona sem flækir þetta aðeins, en við erum bara bæði í kalla og kvennaflokki bara svona akkurat á línunni, þannig að það verður mjög spennandi, kemur í ljós í júlí hvort að við komumst þar inn. Ok, ert þú það bara úti allt sumarið? Ég fer í nokkrar ferðir en vissulega eru fleiri þjálfarar og að koma í þessi verkefni með kylfingunum, en já, þannig að þetta er svona yfir vetratímabilið maður kannski aðeins meira í svona skipulagsvinnu og svona smá kannski skrifstofuvinnu í bland við við erum með landsliðsæfingabúðir einu sinni í mánuði, við erum með einhverja æfingaferðir erlendis, þannig að það er mjög skemmtilegt og svo nærmar að skipta kannski aðeins gír núna þegar sumarið að byrja, þá eru ég held að GSI með aðkoma einhverju 40 golfmótum í sumar með einhverjum hætti, auðvitað í rosalega miklu samstarfi við golfklúbuna og svo maður með þessi verkefni erlendis og að reyna að styðja við okkar kylfinga eins vel og við getum. Þau eru vissulega að fara í mörg mót svona á eigin vegum, þar sem þau eru ekki að ferðast með þjálfurum eða þetta er náttúrulega bara rosalega mikið af verkefnum og við reynum svona að grípa stærstu verkefnin og hjálpa kylfingunum eins vel og við getum. En sko, ég mjög svo margar spurningar, ég reyna að muna allar sko. Herri, þegar þið farið í þessar landsliðsferð, eru 32 að fara á hvað er Evrópumót, en borgar GSI allt? Sko, við erum með við tökum þetta mót mjög sterkt en það sem maður kannski það fer aðeins eftir sem sagt bara getust í kylfingarna, við veitum aðeins betri stuðning til þeirra kylfingar sem eru búin að ná hvað allra lengst og eru kannski að taka fleiri verkefni en aðrir, en þú veist, ef ég tek dæmi bara þá ég held að Perlasól hafi tekið ykkur 16 ferðir í fyrra og við erum að koma náttúrulega bara með brota af heildarkostnaðinum, þannig að það er auðvitað mikið sem að kylfingarnir þurfa að fórna, foreldrarnir, klubbarnir, það þarf að vera rosalega mikill stuðningur af því að við erum sjaldan að spila á heimavelli og þurfum að ferðast mikið og það er náttúrulega ekstra dýrt fyrir okkur að koma frá Íslandi, þetta eru aðeins lengri ferðalög og þetta getur verið mjög dýrt, þannig að við reynum svona, við erum með svona nokkur verkefni sem við styðjum kannski aðeins betur við og önnur aðeins minna, svona fjárhagslega. Þið eru með eitthvað sem heitir hvað? Forskot, það er styrktarsjóður atvinnukylfinga sem að tekur svo litið við þegar áhugamannaferlinum líkur. Ok, getur aðeins svona hólfa þetta? Ég skal gera það, þetta er alveg smá flókið, ég skal leiða að fara í það. Þetta er svona mörg layers. Já, það er sem sagt, það skiptist í annars vegar áhugakylfinga og atvinnukylfinga og áhugakylfingar eru þeir kylfingar sem að geta keppt í Evrópu og heimsmeistaramótum áhugakylfinga sem að við erum svolítið að tala um núna og þetta er svona alla jafna kylfingarnir sem eru kannski svona 23, 24 ára og yngri. Svo leið og þú ert allar að fara að spila upp á bara þína atvinnu, þar að segja að fá tekjur fyrir árangur í mótum, þá þarf það að gerast atvinnukylfingur. Þú getur ekki fengið tekjur á áhugamannamótunum? Nei, það er reyndar verið að breyta í núna bara fyrir 2 árum að þú mátt taka við styrkjum sem mátti ekki áður, því var breytt bara fyrir 2 árum. Þannig að og sama í háskólagólfinu í Bandaríkjunum, þú veist, þarna máttur ekki taka við $1 og þú veist, þarna varstu með ótrúlega svona brenglað umhverfi þar sem þú varst með alveg sko risastóran business í þessum stærstu íþróttagreinum fótbolta, þú þekkir þetta en krakkandi kannski bara valla að eiga fyrir mat sko, þú veist, þannig að það er búið að breyta því og þannig að, en hvað var það svona verðlaunafé og svona að þá eru þessi skil svolítið tekin áhugamennska og atvinnumennska, þannig að þegar þú ert búinn til dæmis í háskólagólfinu þá er svona rökrétt skref fyrir flesta af svona bestu kylfingunum sem vilja leggja þetta fyrir sig er að fara í atvinnumennsku og freista að vinna sig upp þessar atvinnumannamótaraðir og enda markmið hjá okkur og þetta er náttúrulega markmið GSI að koma kylfingum á stærsta sviði, þar að segja PGA og LPGA, DP World, þessar stærstu mótaraðir heims. Erum við með marga atvinnukylfinga? Við erum með kannski rúmlega 10 atvinnukylfinga í dag og
við höfum náttúrulega náð að brjóta svolítið ísinn, hún Byggilefur og Ólöf Marja settu svolítið tóninn hann kannski fyrir 20 árum eða svo að brjóta ísinn, og svo hafa komið mjög margir og verið svolítið að svona dansa á þessari línu, að reyna að festa sig í sessi á þessum stóru mótaröðum. Við höfum verið með Valdísi, Ólafíu og Harald Franklin, Guðmund Ágúst, Axel Bóas, fullt af kylfingu sem hafa verið að ná góðum árangri, en það sem okkur vantar kannski að svona ná að festa okkur almennilega á þessu stærsta sviði, og það það sem við erum að reyna að vinna rosalega hart í að ná fram. Gerum við það? Með því að styðja betur við okkar kylfinga, og það svo litið það sem við erum að reyna að gera hjá GSI, að reyna að vinna þetta aðeins öðruvísi en við höfum gert, og það byrjar svo litið á því að veita kylfingunum betri stuðning fyrr. Og hvernig stuðning þá? Já, þannig að sko í rauninni byrjar þetta bara hjá okkar allra yngstu kylfingum, og það sem að við erum að reyna að vinna í, ef við bara fer yfir kannski svona íslensku leiðinni sem við erum að teikna upp hjá GSI. Ég forvitin, ég veit það. Þá höfum við mappað þetta svolítið upp að fyrir kannski 14 ára yngri, og við köllum konceptið Golf 14, sem svona mótahalds heitið á íslensku leiðinni, en þá erum við búin að teikna þetta þannig upp að fyrir yngstu kylfingarna að þá erum við að reyna að draga úr afreksvæðingu. Við erum að reyna að koma í veg fyrir svona snembúna sérhæfingu og tryggja það að við séum ekki að svona sikta kylfingarna út of snemma, heldur hlúa að breiddinni, hlúa að sterkum grunni, að það sé rosalega jákvæð upplifun og svona mikil fjölbreytileiki í æfingum, og að hvetja krakkana til að vera í mörgum íþróttagreinum, vera með fjölbreyttan bakgrunn. Wow, ég var ánægð með þetta. Hitti ég naglanum höfðu Já, hana? ég var rosalega með þetta. Frábært. En þetta svona það sem við höfum verið að reyna að teikna upp og hvetja klúbbana, foreldrana til að hafa svolítið í huga. Getur verið áskorun í golfinu, við erum aðeins á eftir mörgum öðrum íþróttagreinum þegar kemur kannski að sérhæfingu. Það ef við bara í fullkomnum heimi þá værum við kannski að byrja 15 ára. Við værum ekki að byrja of snemma af því að við erum líka að toppa kannski 30, og það skiptir máli bara fyrir að við fáum svona kannski heilbrigðan grunn á meðan líkaminn að breytast og meðan allt í gangi hjá okkur, að við séum ekki að fara of hratt. Þannig að við erum að reyna að breyta til dæmis mótahaldin okkar fyrir þessa kylfinga sem hefur verið svolítið einsleitt í gegnum árin, hefur verið bara svolítið speglun af mótahaldi fullorðinna. Við byggum það til fyrst, svo gerðum við bara alveg eins fyrir krakkana og fórum með þetta alveg niður í 12 ára krakka, og við erum bara að reyna að búa til svona fjölbreyttar umhverfi, skemmtilegra. En byrju, ef það ekki svona mót eins og fullorðinna keppi, hvað gera það þá? Í rauninni erum við með þannig mót, þannig að sko við erum í rauninni með bara góða blöndu. Þannig að þú færði einhverja kynningu á keppnisskólu í gegnum Íslandsmót og Íslandsmót í hólukeppni, en þú færði líka þessa svona liðastemningu og færði aðeins svona kannski svona opnara. Við vorum með mótaröð sem við erum búin að fella úr gildi núna, það engin mótaröð, við erum að draga úr því að horfa bara á einhver skor og árangur og safna stigum, og þú þurfur að ferðast kannski þvert yfir Ísland til að safna einhverjum stigum. Við viljum frekar að þetta snúist aðra þætti, og þetta alveg áskorun, af því að þetta alveg smá veltingaleikur og svona, en þetta eitthvað sem við höfum mikla trú á og ætlum að reyna að keyra áfram. Svo kannski þegar við erum komin úr þessum pakka yfir í næsta stig, 15 til 18 ára, þá þetta svolítið svona aldurshópurinn sem við ætlum að setja meginfókus á. Meginfókus. Að þarna kemur GSI mjög sterkt inn, afreksvæðingi byrja fyrir eitthvað hratt, og það kannski svo litið háskólagólfi sem setur tónin, af því að þau háskólaþjálfarar eru að byrja kannski 16, 17, þegar krakkarnir eru 16-17 ára að pikka í þau fyrir bestu skólana, þannig að við erum svolítið þvinguð að taka þetta skref svolítið hratt. En þarna viljum við tryggja að svona við byggjum ofan á þessi grunngildi, og að krakkarnir fái góðan stuðning í gegnum sem sagt æfingar, gegnum reynslu í mótahaldi erlendis. Og þetta svona mikið af því sem ég gerir í mínum svona landsliðsæfingabúðum er bara fræðsla, keppnislíkar æfingar, reyna að auka skilning á leiknum, og við erum með til dæmis mjög flott heilbrigðisteymi sem við reynum að virka í
okkar fræðslu til kylfingarna. Við erum með, þú veist, líkamsþjálfun, hugarþjálfun, þú veist, við erum að vinna með, þú veist, Margréti Láru og Elísu, við erum með frábæra sjúkraþjálfara og við erum búin að vera að taka núna líkamsmælingar í vetur. Það er rosalega svona mjög gott starf og góð skilaboð sem að koma til þessara krakka, þannig að við getum undirbúið þau miklu betur fyrir næsta skref sem þá svolítið háskólagolf eða spila á stærstu áhugamannamótum í Evrópu og í heimi og þetta er eitthvað sem að ég tel að við höfum bara ekki náð að setja nógu mikið effort í gegnum tíðina og þetta hefur kannski svona skilað því að kylfingarnir hafi ekki farið nógu vel undirbúnir undir háskólagolf og hefur svona byrjað svona keðjuverkun kannski, þannig að okkar atvinnukylfingar í dag hafa þurft svolítið að fara kannski erfiða leið, hafa þurft að berjast svolítið, eða full mikið að svona reka sig á og læra mistökunum og við erum svona aðeins að reyna að minnka þetta bil og þetta er svona liður í því og svo náttúrulega eins og bara ég nefndi áðan með háskólagolfið, þetta er svolítið svona sniðugasta leiðin, þetta er ekki eina leiðin en þetta er svo leið sem að gefur okkar kylfingum bestu möguleikana. Þannig að við erum að reyna að byrja fyrr að hjálpa þeim að þau séu svolítið meðvitu hvað þjálfarnir að leitast eftir, hjálpa þeim að búa til stöðu og heimslista áhuga kylfinga sem skiptir miklu máli. Ég ætla ekki að fara út í það, mikið nördaskapur. en já, þannig að þetta er svolítið bara svona hvernig við erum að reyna að vinna hlutina. En af hverju fóruð allt inn í þessa vegferð? Er þetta eitthvað svona, þú veist, bara í golfheiminum þá eru allir að gera þetta eða er einhver í Evrópu að gera þetta eða eru þið bara að fatta upp á þessu eða? Þetta er í rauninni kannski svolítið byggt á bara okkar reynslu í gegnum árin og að ég myndi segja að við njótum vissulega góðs að því að golfhreyfingin er að stækka og ef við tökum bara eins og ég nefndi með golfkennaraskólan áðan, við erum bara núna að safna rosalega mikill reynslu í gegnum tíðina og það hefur verið svolítið mitt hlutverk að kannski svona taka þetta svolítið saman. Við erum með rosalega marga atvinnukylfingar sem hafa náð þessu að komast á stærsta sviðið en eins og ég segi það vantaði bara svona herslumunum upp á þannig að við teljum að með því að vinna þetta svona aðeins markvissara, aðeins fyrr og eitthvað sem að þú veist hefur verið mjög erfitt en við teljum að sé rétt er að fækka svolítið mikið í landslýshópnum. Við höfum til dæmis verið með stærð hópsins alveg hátt upp í 60 kylfinga. Fyrir hvað aldur þá? Fyrir allan aldur, þannig að við erum bara alla landslýskylfinga en hann er komið niður í 29 í dag og við erum að reyna að fækka aðeins þannig að þú ert ekki vinsæll ekki þeim sem ég er að íta í burtu en ég er vinsælli hjá þeim sem eru nú í hópnum þannig að við erum aðeins að kannski hækka standardin að þú þarft að svona uppfylla ákveðin gildi, ákveðin árangur til að við setjum svona okkar fjárfestingu. Já, ég myndi það mikið sens. Já, og bara eitthvað sem við verðum að gera því að ef við finnum þetta ómikið út þá náttúrulega bara náum við ekki að styðja kylfingarna okkur ómikið þannig að við erum að reyna að bara gera þetta svona kannski aðeins faglæra. Ok, þegar þú horfir á unga golfara, ertu þá bara eitthvað þessi verður rosalegur? Eða rosaleg? Það sem ég tek kannski helst eftir er sko, ef ég tek kannski bara maður fylgjast með 13, 14, 15, 16 ára kylfingum, þá er ég rosalega mikið að fylgjast með ekkert endilega svona tæknilegri liðinni, heldur miklu meira svona tengdu attitúd og karakter og maður sér það og ég tók mér þessi rannsókn bara fyrir sjálfa mig í fyrra, þá skoðaði ég alla Íslandsmeistara á þessari öld og fór og skoðaði hvað þau voru með í forgjöf þegar þau voru á 14. aldursári og það var nákvæmlega engin fylgni. Það skipti engu máli hvað varst með í forgjöf 14 ára hvort þú verður Íslandsmeistari eða ekki og ég held að þetta snýst miklu meira þessi svona grunngildi og svona ástríð fyrir leiknum og að vera þú veist að vinna þú veist að vera duglegur, að vera með mikla þrautsegju og að þú veist, já, þetta skiptir bara miklu meira máli af því að þú munt á einhverjum tímapunkti vinna upp líkamlegan styrk eða þú veist, það er miklu auðveldar einhvern veginn að vera með prógram í þess áttina en það er rosalega erfitt að byrja soft og fara svo allt í að byggja upp einhvern karakter eða þrautsegju seinna meir. Þannig að þetta eru kannski þau atriði sem að ég myndi vilja hvetja unga kylfinga til að hafa kannski svona
að leiðaljósi að alveg sama hvað þið setið fyrir ykkur, hvort það er golf eða eitthvað annað, farið bara all in í þetta, prófið þið og ef þetta er ekki fyrir ykkur þá farið þið bara að gera eitthvað annað. Áttu bara að vera með plan A? Sko, ég held að bara, og það er líka kannski eitt, já, bara ég fyrir að reyna annað kannski, en þú veist, það sem að finnur alveg er að, þú veist, hvernig skilgrinu við árangur, við horfum á, þú veist, markmið GSI er að koma kylfingum á stærsta sviði, koma kylfingum á Ólympíuleikana, geggja þeirra, það kom aftur inn árið 2016, en þetta er samt ekki kannski eina markmið, eða þú veist, og fyrir kylfingana sjálfa, að hérna, þó að þú náir ekki alla leið, þá ertu búin að, þú veist, vegferðin er svo gefandi og það er svo margt annað sem getur komið til þín, þú veist, bara eins og í mínu tilviki, bara að fá, þú veist, ég náði ekki mínu markmið að komast á stærsta svið, en þú veist, ég held ég færi aldrei í þjálfun, en þú veist, það allan að opnaðist tækifæri fyrir mig með allri þessari reynslu og það að leggja sér svona mikið fram að það getur opnað svo margar dyr og golfíþróttin er bara svo rosalega fallega, þú veist, þú getur verið bara, þetta er 80-90 ára ferill, sko, þú veist, þetta er bara, þú veist, þú getur farið í allar sveiflur, þannig að þú veist, þú græðir alltaf á þessu saman hvort þetta takist eða ekki. Sérðu stundum einhvern, þú veist kannski með einhvern íþróttamann eða konu og bara eitthvað geggi forgjöf algjörlega, ég veit ekki, einbeitingalaus eða bara lási karakter eða eitthvað. Hvað gerur? Sko, lási karakter, ég myndi segja að það verður frekar erfitt. En, þú veist, það er líka sem maður sé náttúrulega í golfinu, þú sér rosalega mikið fjölbreytileika, mjög mismunandi karakterar og ég held að þú veist, það er ekki hægt að búa til eitthvað eitt snið sem hendar öllu og það er rosalega gaman kannski að ná þessari djúpu tengingu og ég náttúrulega er kannski ekki sá einstaklingu sem er að vinna með kylfingunum dagstaglega, þannig að ég held að þetta sé kannski oft meiri svona áskorun fyrir þjálfara golfklúbana sem að fá kannski svolítið þetta verkefni að vera að vinna með kylfingunum á hverjum einasta degi að ég held að sé bara rosalega mikið tækifæri í að rýna í þá, þú veist, hvað er að trufla þig, af hverju er þetta erfitt, þú veist, og ég held að sé getur verið bara rosalega svona, já, svona mikið sem liggur á baki ef að kylfingurinn er að ströggla við, þú veist, mikla skapgerð eða á erfitt með einbindingu að, þú veist, og þar kemur eins og til dæmis bara heilbrigðisteymi, þú veist, rosalega margir af okkar kylfingum sem á að til dæmis leita til Margrétar Láru sem að hún er líka bara skemmtileg, hún er frábær og þetta ótrúlega fyrirmynd og hérna, en þú veist, ég held til dæmis eins og varandi sálræna þátturinn, þetta hefur oft í gegnum tíðina verið kannski smá tabú og þú ferð ekki til íþróttasálfræðings nema að sé eitthvað að en þú veist, mitt approach er bara að þú ert að nálgast þetta nákvæmlega eins og gagnvart tækniþjálfun eða bara á öllum sviðum, þú veist, ég er að vinna í tækninni minni ekki út af að hún er alveg skelfileg af því ég vil bara bæta mig og þú getur verið bara á þokkalega fínum stað en þú vilt alltaf lengra og ég held að þetta sé alltaf spurningin þetta 1% á öllum þessum vígstöðum og þetta er bara svona mjög svona áhugaverður hluta því að þetta er ekkert sérstaklega svona sýnilegt og birtingamyndi getur verið alls konar þannig að ég held að það sé mikilvægt fyrir okkur að vera ekki kannski of dómhörð eða afskrifa einhvern bara út af einhverju hæðun eða eitthvað heldur að reyna kannski að kafa hans dýbra og þannig kemur með tvær spurningar, ég er að setja puttana 2 upp svo ég mun spurningana sko, fyrsta er þú sem landslistþjálfari þannig að ert þú að hitta íþróttafólkið og ert þú að leiðbeina þeim? Já, og það er kannski svo við tökum svona landslýsæfingabúðir mjög reglulega, tökum svona alla jafna einu sinni í mánuði og þar er uppsetningin svo litið að á föstudögum tökum við svolítið svona fræðsludag þá er svona ég fyrst og fremst að koma með einhverja fræðsluvinkla til kylfingarna og reynir líka að virka til dæmis heilbrigðisteymið og veist, Margrét Lára hefur sem dæmi tekið fyrirlestur fyrir okkur og margir komið með mjög góð skilaboð til kylfingarna. Svo yfir helgina þá eru bara mjög fjölbreyttar golfæfingar þar sem ég reyna að taka svo litið annan vinkil en er í gangi hjá golfklúbunum. Þannig eru bestu kylfingar landsins að koma saman og leggjum rosalega mikið upp úr keppnislíkum æfingum og reyna svo litið að bara svona bæta svolítið vopnabúrið þeirra á kannski svolítið annan máta en þau eru
vön að gera svona dagstaglega, þar sem þau eru kannski meira að pæla í tækninni eða pæla í svona annars konar æfingum. Mæta atvinnukylfingarnir líka í þetta? Við höfum, það er bara svona allur gangur að því, og fer svo litið eftir líka bara svona hvað atvinnukylfingarnir að gera, en sem dæmi þá fórum við í stóra æfingaferð í janúar til Spánar á svona okkar æfingabækistöð þar í Alicante. Þar vorum við með 9 atvinnukylfinga ásamt því að vera með landslýshópin sem er á aldrinu 15 til 23 og þar voru flestir á 15 til 18 ára. Að þar, þú veist, myndast alveg ótrúlega skemmtileg svona kemistría milli kylfingarna, og þessir eldri fá svolítið kraftin frá yngri, þú veist, þegar þú ert komin í atvinnumennsku þá ertu mikið að æfa einn, þetta er orðið svolítið svona, verður kannski smá monotónist stundum og þarna færði bara eitthvað alla orkuna frá yngri og hérna getur verið líka rosalega gott fyrir bara atvinnukylfingarna og gefandi að gefa tilbaka. Og maður lærir líka því að kenna öðrum, sko. Bara klárlega, og þarna þú veist, fáið alveg rosalega mikið út úr því fyrir okkar hérna framtíðarstjörnur að fá alla sínar fyrirmyndir og spila með þeim og fá leiðsögn frá þeim og líka bara fylgjast með því hvernig þau bera sig, hvernig rútínan þeirra er, sem að er mjög sjokkerandi fyrir marga sem eru 16 ára og eru kannski best í sínum aldursflokki og halda þessi viti öll sögurinn, og svo horfaði að byrja, fór hann að hlaupa núna klukkan 6 áður en æfingi byrjaði, þú veist, og bara byrja þeirra að grænda svona mikið, þú veist, það getur verið rosalega gott fyrir okkur. En eins og þú veist, þannig að ertu komið með bestu kylfinga landsins og þau eru öll með þjálfara og þau eru að vinna í einhverjum áherslum og svo kemur þú með einhverju punkta, ert þú ekki bara rugl í þeim? Þú veist? Nei, það sem ég gerir í rauninni er að ég er ekkert að skipta mér að tæknithjálfun. Okay. Og það var til dæmis öðruvísi þegar að ég var í landslýshópnum. Þá var, þú veist, ég fór inn í landslýshópnum 2002, golfkennaraskóli PG Íslandi var stofnað 2004. Þarna voru við bara ekki alveg með kannski nógu mikla breytt hjá okkar golfkennarum til að hlúa að tæknithjálfun. Þar var sænskur þjálfari Staffan, hann var komið inn með tæknithjálfun fyrir okkar landslýskylfinga og var að hjálpa mér mjög mikið. Það er bara ekki þörf á því í dag, af því að núna erum við bara með ótrúlega færa golfkennara í okkar golfklúbum og þetta er svolítið megin fókusin kannski hjá þeim ásamt auðvitað mjög mörgu, að þeir sjá svolítið tæknithjálfun, en ég kem svolítið inn með allt aðra vinkla sem er bara stuðningur við þeirra starf, þannig að það er ekkert í rauninni sem að stangast þarna á og það eru engir árekstrar sem að við erum að lendi í. Ég er að koma með Eru allir golfkennarar sammála því? Bara sendið inn, sko. Látið mig vita. Nei, en það er líka bara mjög gott samstarf okkar á milli og hérna, þannig að þetta gengur bara vel, sko. Ok, ástæðan fyrir ég spurði þess að ég var grindahlaupari og hérna ég bara með, þú veist, minn þjálfara, við erum að vinna í þessari tækni og ég fyrir landslýsfæri, þjálfari minn er ekki með og þá kemur annar þjálfari sem að bera ábyrgð á grindunum og gefur mér einhverja leiðbeiningar og það bara ruglaði mig alveg. Og þannig að þess vegna fór ég allt í að spá í þessu, ég alveg bara, þú veist, mitt þjálfari minn sagði bara, heyrðu, þú verður bara að velja hverjum þú ætlar að treysta og halda þig við það. En þú veist, alltaf að fá, þú veist, önnur sjónarmið og eitthvað svona, þú veist, þannig. Spurning númer 2, því ég er ennþá með puttana lofti. Hvernig er foreldrapólitíkin í golfheiminum? Nú býð ég eftir einhverju svakalega kryddandi. Hún er örugglega bara svipuð og í öðrum íþróttagreinum. Ég hérna, sko, ég held að, þú veist, það er svo augljóst að allir foreldrar vilja bara gera það sem er börnunum fyrir bestu og oft þurfum við bara kannski að hjálpa foreldrum að vita hvað er best. Ertu með foreldrafræðslu? Já, við vorum til dæmis með bara í maí í fyrra, þá var málþing í HR, þar sem að ég hélt ásamt Sveini Þorgers, við héldum kynningu eingöngu fyrir foreldra og hérna kylfinga, hvernig þau geta best stutt við bakið á hérna krokkanum sínum í golfi. Og ég held að sko svona ein svona mikilvægstu skilabúðin er oft líka bara að gera aðeins minna, vera til staðar og en svona hérna maður finnur það alveg að þú veist líka bara í dag, þetta er svo hraður heimur, það er svo mikið í gangi, það er svo mikið áreiti og golfíþróttin er pínu krefjandi af því að þetta tekur kannski, einn hringur tekur 5 tíma
og við fáum rosalega mikla endurgjöf. Við fáum að vita nákvæmt skora á hverju einustu hólu, kannski ólíkt við mörgum íþróttagreinum, þá getum við túlka miklu svona opnara, þú veist, já, ég var bara ekki nógu góð liði eða ég var ekki að fá fyrirgjafirnar eða þú veist, hvernig þú vilt greina þetta. En í golfi þá eru kannski foreldrarnir búin að vera að fylgjast með barninu sinu spila í 5 tíma og alveg búin að punkta hjá sér og við þurfum að bæta þetta fyrir morgundaginn, ég alveg með svarið sko. Og það getur verið mjög erfitt fyrir foreldra að sitja í bílnum og leiðinni heim og bara, ég ætla ekki að segja neitt. Nei. Af því að ef þú kemur með skilabóðin meðan að tilfinningaflóðið er bara gigantískt eftir hring, kannski búið að lenda í einhverju mótleiti að ganga erfilega og að þurfa svo að heyra frá mamma og pappa bara, á hverju tókstu dræfirinn á 4. Eða þú veist, herru, ég veit hvað þú ert að gera á morgun, þú ert að gera svona og svona, þú ert að reyna að hjálpa en þetta hefur kannski öfu áhrif og miklu betra væri bara kannski að sína bara stuðning, hafa bara þögn í bílnum, það má og ef þú ætlar að koma með einhverja ábendingar að gera það þegar þú veist, það er búið að nást jafnvægi og gera það þá rosalega svona, þú veist, ég með eitt punkt hérna, viltu fá feedbacki frá mér eða gera það eftir mótið, þú veist, ég til dæmis bara gagvart kylfingunum sem ég er að vinna með stundum kannski ég er á heimsmeistaramóti með einhverju kylfingi, ég er alveg að finna punktana en ég veit alveg að þetta er allt og mikið bara fyrir morgundaginn, en ég punkti þetta hjá mér og svo kannski 4 mánuðum seinna þá förum við yfir í HM og varst aðeins að gera þetta svona, hvernig er þín túlkun á þessu og þá er ótrúlega góður tímapunktur til að kannski rýna í þetta og fara yfir þetta og gera þetta á svona miklu svona betri máta þannig að þetta svona virkilega hjálpi. En hugsaður kylfingurinn ekki bara dímar, okkur sagðir mér þetta ekki að geta lagað þetta næstu hóli? Er það kannski bara, þú þekkir örgulega einstaklingi? Og þetta er að finna línuna og ég kannski, af því þetta er starfið mitt, þá er ég góður að finna kannski línuna punkta sem að skipta kannski ekki, hafa ekki svakalega áhrif en hjálpa, en svo kannski dýpri punkta sem að þetta er mikið og ég held að maður finnur það kannski hjá mörgum foreldrum að þau bara, þú veist, þau eru svo mikið að hjálpa að það getur haft öfu áhrif. Já. Hvaða fleiri ráð ertu með fyrir foreldra? Sko, bara almennt bara að vera til staðar. Hvað áttu við með það? Bara hlusta og... Já, það er til dæmis eitt og eins og bara í golfinu við erum með náttúrulega þetta tækifæri að vera kylfusveinn. Þú ert kannski að hjálpa barninu þínu að spila golf. Þá getur verið mjög bara hjálpsamlegt að vera kannski ekki að koma með of mikið af svörum, heldur frekar spurningum. Já, láta þau svolítið læra að svara spurningunum. Já, af því að þau eru oft með svörin og ef þau eru ekki með svörin þá er miklu betri leið fyrir þau að heyra bara spurninguna. Ef þú ætlar að koma með eitthvað sem er hjálpsamlegt þá bara hvað ætlar að gera hérna, hvert ætlar að slá, hvaða kilu ætlar að taka, frekar að minna þau á, frekar en að vera að segja þeim, sláðu þangað eða passaðu á þessu. Þau þurfa sjálfstæði út af því að þau eru náttúrulega að fara bara alin út í heim að keppa og þurfa að taka sér ákvarðanir með einhverjum útlenskum kilusveini kannski. Alveg klálega og svo kannski bara í mörgum tilvikum þá er bara gott að leyfa þeim bara að vera einn út af velli. Við kannski gerum verra á því að gera of mikið. Þannig að stundum er bara betra að leyfa þeim bara að sprikla og reka sig á sjálf. Já, ég þurfti örugglega að sitja bara upp í húsi, sko. Ég var örugglega best geimt þar, sko. En sálræni parturinn, sem ég skrifa bara, hvernig ósköpunum þjálfar þess að þolinmæði, að halda yfirvegun í langan tíma? Ég var upp með þetta, sko, sjálf, en þú veist, auðvitað er þetta svo bara reynsla og þú lærir á þessu. Já, þetta getur verið mjög erfitt og bara sérstaklega í golfi þegar að þú þarft svona mikið líka að kveikja og slökkva á einbeitingunni. Kannski ólíkt mörgum íþróttagreinum það sem er meiri hraði og þú ert meira svona bregðast við. Þá ertu náttúrulega í golfi að taka kannski eitt högg svo þarft einhvern veginn að ná að dreifa hugunum og slökkva inn á milli. Og ég held að það sem kannski geti hjálpa mörgum kylfingum, þá er ég að tala kannski svona fyrst og fremst áreikskylfingum sem eru mikið að rembast við að ná góðum árangri, er að vera kannski með einhver svona
einhver tæki og tól sem virka fyrir þau og ég held að svona eitt stærsti parturinn bara hvernig þú nærða að stýra hugsunum þannig að þú sért ekki að obsessa yfir kannski hlutir sem þú hefur ekki alltaf mikla stjórn á. Þú veist, það erfitt að vera að fókusa á niðurstöðu markmiði eða þú veist, vera að fókusa á skorið, vera að fókusa og ég náttúrulega, maður upplifði þetta mikið í gegnum kannski fyrst bara svona þegar maður var yngri, þú veist, þá var maður mikið að pæla í skori, forgjöf og reyna að vinna mótið og annað. Þegar maður var eldri þá maður var að kannski hugsa meirum, nú þarf ég að fara að steppir upp annars missi sponsorana mína og þú veist, það er rosalega mikið af hugsunum sem koma upp, þannig að maður þarf að hafa eitthvað system. Hvað notaði þú? Ég notaði mjög mikið að vera svolítið bara ýktur í að dreifa huganum. Og ég var að spila Friends-þætti bara í hausnum á milli högga. Sko Birgilegu kom til minn, ég man ekki hvað hann sagði, hvort að hann var með eitthvað lag sem að koma honum aftur eitthvað svona koma honum aftur í fókus eða eitthvað, ég man ekki hvað hann sagði en ég man að ég var alveg bara já, ok eða þú veist eitthvað svona, fór að hugsa planið eftir fjölskyldina eitthvað, ég man ekki hvað hann sagði. Þarna til dæmis þessu bara vandi foreldrana, þú veist, ef að þau eru kattiðar hjá bönnunum sínum og það kannski svona þú veist að keppi kannski í Íslandsmóti og þegar ég tala foreldra og börn, þú veist, þá ég líka að tala kannski 23 ára og pappa og mamma og pókanum bara eins og þú að eitt af besta sem þú getur gert eiginlega bara hjálpa kylfingnum að dreifa hugunum á milli högga og það getur verið rosalega lúmst. Þú þarft að reyna að tala um eitthvað allt annað en golf, þú þarft að gera eitthvað sem kannski virkilega kveikir á, meinar og þannig náum oft kannski besta árangurinn þegar við náum svona rosalega góðum árangur í að kveikja og slökkva og það sem að þú veist, og maður með marga leiðir þú veist, líka bara að ef maður var að spila með einhverjum skemmtilegum í holli að vera með eitthvað flip í gangi vera með eitthvað þetta gæti verið rosa grillað en þetta hjálpar og ég finn alveg ofta svona til að ná árangri í svona afreks íþróttamennsku, maður þarf einhvern veginn að rækta svona brjálæðingin í sér, vera svolítið crazy og hugsa svolítið, þú veist, út fyrir kassan þú veist, þegar maður að fylgjast með þú veist, Óla Stefi í viðtali, þú veist bara svona wow stundum en á sama tíma bara, þetta vel gert sko. Þú veist, bara vákanir klikkaður en á jákvæða máta. Algjörlega. Og ég finn alveg svona að ég vil sjá þetta svona einhverju leiti hjá okkar kylfingum, bara svona, þú ert pínu skrítin ég að fíla það. Já, sko, mér finnst bara, ég alltaf að leita eftir sko, sami hvað íþrótt fólk kemur, sko, bara karakter mér finnst vanta svolítið bara yfir höfuð í íþróttalífinu bara svona einhverja skemmtilega karakter þegar stundum fer maður að halda með fólki bara út af því að, þú veist, hann segir eitthvað skemmtilegt eða bara hress eða þú veist, eitthvað svona að ég alltaf að leita ég vil alltaf eiga uppáhaldsanstæðar eitthvað. Ég held að þurfum bara að vera óhrædd líka svona að explora þessa hlið og bara svona leyfa okkur aðeins að leika okkur með þetta. Þetta getur held ég hjálpa mikið sko. Ég til dæmis, þú veist, þegar ég fór til dæmis einhver sjónvarpsviðtöl að þá sagði ég oft áður en viðtali byrja bara eitthvað, herri, spyrjum mig Ítalíu. Ég mig geggja að segja eitthvað og svo var þú veist það bara, herri, þú varst að keppa í Ítalíu og ég bara, já og svo bara, herri, bara, gett saga eitthvað, þú veist, og þannig ég fekk bara fullt af mínútum eitthvað bara í kvöldfréttunum og eitthvað og bara, herri, sponsa þessa, hún er skemmtileg. Þú veist, þannig að það var svona mitt tricks, skilurðu? Já, en bara þetta er frábær punktur og þetta er líka kannski náttúrulega eitt af mörgum þessum fræðsluvinklum sem við reynum að koma til okkar kylfinga. Þú veist, tækifærin í dag eru náttúrulega, þú veist, það eru kostur og galla við þessu samfélagsmiðla. Ég vildi óska að ég hefði haft samfélagsmiðla maður. Já. Ég leiki mér að því. Þetta er sko risa tækifæri fyrir okkur að búa til brand og byrja snemma. Það er líka það sem að maður er að reyna að koma krökkunum svona í skilning með að, þú veist, þú byrjar ekki að verða allt í einu bara gett góður á samfélagsmiðlum 23 ára, þú veist, allt í einu þú byrjar 15 ára að pæla hans í þessu og að reyna að hjálpa þeim að svona auka skilningin á hvað þetta getur gefið eitthvað mikil tækifæri þú veist, bara til dæmis að þú ert sterkur á þessu sviði sem áhuga kylfingur þá færðu kannski fleiri tækifæri þú fær fleiri, það er auðveldar að fá kannski sérfræðinga að vinna með þér af því að þú ert svo likeable og svo í atvinnumennsku þá ertu að fara að tala við öll fyrirtækin og þú ert búin að búa til brand þú ert búin að vera að pæla í þessu og rækta þetta og þú ert tilbúin, þannig að þetta er rosalega öflugt, en á sama tíma þurfum við, þú veist, að
vera meðvituð eitthvað sem að ég hef oft hugsað, hvernig maður finnur hvað síminn grípur mann mikið nei, bókstaflega með spurningarnir í símanum þetta er hérna þegar ég var að byrja í golfi og þegar ég var að æfa allan sólarhringinn líku við þannig sem úlingur maður var ekki með þetta áreiti og ég finn alveg bara hvað þetta er örugglega mikil áskorun fyrir krakkana í dag að geta bara slökkt á símanum og geta náð kannski þessi svona djúpu tengingu við æfingarnar og það er eitthvað sem ég líka svona á seinni árum þegar maður komin í ég var enn að keppa þegar ég var framkvæmdastjóri í PGA og að hjálpa háskólakillingunum ég fann að það var best fyrir mig að æfa á nóttunni af því að það var ekki eins og samviskubitið í að vera með slökkt á símanum á mótnana þá eða? Já, eða bara nóttunni, bara 3 sko. Það er náttúrulega bjart allan sólarhringinn og vellin eru tómir og þannig nærmaður þessu zen-momenti og bara þannig að stundum var maður að taka þetta sent á kvöldin eða mjög snemma á mótnana eða bara eins og segjum hábjarta nótt en þarna var ekki eins og freystingi til staðar af því að það er engin ný frétt á MBL eða vísi, það er engin að senda tölvupóst, það er engin að koma með eitthvað á snappinu eða eitthvað, þannig að þetta var bara svona auðveldasta leiðin, ég þurfti ekki einu svona slökk á símanum, það var bara ekkert í gangi en ég get alveg rétt ímynda mér og maður tekur alveg eftir því að þetta er áskorun af því að annarkvort ertu með síman og truflunina eða þú ert með ákvörðunina að ég ætla ekki að kíkja á hann en ætla hann sé búin að senda eitthvað á mig ætti ég að kíkja eða ekki þannig að þetta er örugglega mikil áskorun og eitthvað sem að ég held að við þurfum svona að vera meðvituð Já, ég er sammála ég sé enga golfara á samfélagsmiðlum sko. Við getum gert betur Já, en ég myndi bara vilja mér langar að skora á allan einhvern ungan, byrjum á því að vera bara að bara láta vaða og og mér fyrir utan það að þegar þú ert að spila golf, þú ert eiginlega aldrei einn þannig séð þú ert ofta að spila með einhverjum og eitthvað þannig að það er þetta gera eitthvað skemmtilegt en ég finn alveg bara að miklu auðveldara að fá einhver samstörf og sækja einhverja styrki þegar fólk veit hvað þú gerðir sko. Já, klálega, ég held að það sé bara rosalega áhugavert líka, þú ert að ferast heiminn og en ég skilða kannski einhverju leiti fyrir kannski svona núverandi atvinnukillinga, það kannski voru ekki alast upp við þetta en svona fyrir framtíðar þessi 15-18 ára, þau ætti núna að hugsa bara, herri, ég ætla að fara allar leið, ég ætla að byrja að búa til mitt brand núna og byrja að byggja upp, ég myndi svo sem setja mér einhverja reglur og eitthvað og vera ekkert eitthvað missa mig yfir þessu, það er ekki að posta einu svona dag, það er ekki þannig, en bara svona heyru, en það vandamálið finnst mér með svona þetta íþróttar, að það halda allir kunnuta út af því að allir sem eru í kringu þig er í golfi, allir sem í kringu mig eru kannski að spretta, að hlaupa eða eitthvað, þannig ég er alveg bara svona hvað ég vera að segja þetta, þau veit þetta en svo hitti ég einhvern tímann stelpur sem var dansara, ég veit ekki hvort ég er að muna þetta rétt en hún sagði eitthvað svona, já, hvað er þetta að meina eins og bara, ég set olíu á danskona mína og ég bara, what? Akkur myndir að gera það, þá dettur á hausinn hún sagði, nei, þá einmitt detti ég ekki, eða eitthvað svona þetta var eitthvað svona Þetta er áhugavert og ég bara eitthvað, herru, þetta myndi ná athygli minni en þú veist bara, hvernig heldurðu svona þetta, af hverju ofar neðar eitthvað, ég veit það ekki, hvert horfuru og ég bara alls konar, hvað ertu að borða á meðan? Og við sjáum þetta náttúrulega út í heimi það eru fyrirmyndir í þessu þannig að þetta er alveg þetta er hægt sko Ok, ef þið sem eru á Instagram ég vil að þið takki klefan í story og þið getur líka gert collaborator og þá kannski náðu þið til aðeins fleiri að ég skora á okkur Já, ég stið það Skora á ykkur Herri, ok, býtu, við erum alveg búin sko Mér langaði samt að spyrja hans sko, þú veist, líkamstjálfun því þú talaði það, þú veist, styrk og liðleika kannski og eitthvað svona þegar ég talaði byrgileg þá var hann að tala að það var að vera að byrja með svona power clean og poweræfingar og hoppaæfingar og eitthvað svona, hvernig er þetta í dag? Þetta ég myndi segja fyrst og fremst að þetta væri rosalega mikið tækifæri fyrir okkur og líka sérstaklega út frá okkar svona afrekskilvingum að við erum held ég ekki að fullnýta tækifærin við erum með svo ótrúlega marga færa sérfræðinga á þessu sviði og við erum í rauninni með enga svona ástæðu af hverju við erum ekki framskarandi í líkamsþjálfun
í golfi, við erum það ekki í dag þú veist, bara fyrir okkar afrekskylfinga, þar að segja við erum með svo langt vetrartímabil, við erum með svo mikla þekkingu, við erum með svo mörg tækifæri þannig að ég held að þetta að þróast í rétta átt hjá okkur en þetta skiptir bara ótrúlega miklu máli veist, bæði út frá krafti í golfsveiflunni, út frá úthaldi yfir hérna langa golfringi yfir bara að geta æft, þú veist, við þurfum að æfa rosalega mikið í golfi, þetta eru margir klukkutímar og við þurfum að æfa með góða einbeitingu, þannig að þú veist, að vera í góðu líkamlegu standi skiptir bara ótrúlega miklu máli. Já, það hjálpa með einbeitinguna. Þess vegna erum við núna í sem sagt þá afreksstarfinu að taka mjög svona flottar líkamsmælingar, þannig að við sjáum, við erum að taka, þetta sem sagt FMS, TPI sem er svona golfs sérhæfðar líkamsmælingar, kraftmælingar, við hefum líka tekið svona hérna bara svona alhliða, þú veist, við fórum í hérna svona græju hjá Gyroprattastöðinni þar sem að það er teknað 1200 ljósmyndir af líkamannum og þú færð allar mælingar og svona sem svona stuðningur bara líka til að því að þetta er rosalega einhliða sport, þú veist alltaf taka sömu hreyfingana í sömu átt og þú þarft að passa þessi góðu balans við þurfum líka, við finnum það líka kannski, þetta á ekkert eldi bara við íslenska kylfinga, örugglega almennt en bara það sem við þekkjum hérna heima fyrir okkar atvinnukylfinga þá eru margir að lenda í meiðslum. Ok, hvernig meiðsli? Því ég googlaði þig, þú lendir í meiðsli á mjöðum, fórst í aðgerð á mjöðum og hvað, úlið, olnboga? Í aðalega mjöðum sko og það var rauninni kannski svolítið ástæðan fyrir því að ég var ekki að ná framþróun í tæknivinnunni hjá mér, þegar ég svona gerist atvinnukylfingur þá vantar mig helst að bæta styrk og tækni og ég var að reyna að vinna í því en mjöðuminn var svona kannski helsta fyrirstaðan fyrir mig af því að ég fann fyrir rosalega miklum sársauka þegar ég var að reyna að gera kannski svona lykilhreyfingu í golfsveiflunni þannig að ég gat í rauninni ekki framkvæmda og var í rauninni að svindla og ég slökkti svolítið bara á öllu svona fyrir neðan með mér og sem gerði það verkum að ég var ekki að slá langt og ég var ekki að slá nógu stöðugt og það gekk bara ekki nógu vel að vinna í því, fór í 2 aðgerðir, 2 vetra í röð án árangurs, þannig að ég náði í rauninni ekki að vinna á því en ég vil meina að ástæðan fyrir því að ég er að lenda í þessu er út af bara lélegri tæknivinnu þegar ég var yngri, ég var ekki með mikla svona ég var ekki með minn svona þjálfara og var ekki að vinna í þessu, ég var að fókusa á aðra þætti í golfinu sem að eru vissulega mínir styrkleikar í dag en svona eftir að higgja þá bara vantaði mig betri tæknivinnu og betri líkamlegan grunn og það er bara mikill fókuspunktur hjá okkur að tryggja það að kylfingarnir ráði við þetta álag og að þau lenda ekki í því þegar þau eru kannski komin upp á sitt besta að fara þá að finna fyrir rosalega miklum álagsmeðslum eða lendi í ykkur sem bara hefur rosalega mikil áhrif á þeirra feril þegar við gátum komið í veg fyrir það og það er svona það sem við erum að reyna að gera í dag. Mér finnst nefnilega að ég er alltaf að setja í öllum þáttanleiku út unga fólki svona, ég ætla að segja, hreyfa sig öðruvísi, svona vissuleiti bara örgulega minna heldur en við og er ekki að klifra og gera eitthvað svona vesenast kannski eins mikið, að mér finnst þau ofta ekki stjórna líkamannum eins vel og ég er búin að hlaupa námskeið í mörg ár og ég sé alveg mun, þú veist, þannig að mér finnst oft svona fólk ungt íþróttafólk verður svo upptekið af tækni að mér finnst að gleyma, þú veist, ég þarf víst tækni samt til þess að bara geta staðið uppi, skilur. Ég þarf að kunna ákveðna grunnæfingar og ég þarf að gera það rétt, því að, þú veist, ég sé krakka bara að gera arbeið og þau bara, gera arbeið og ég bara eitthvað, þetta er hræðilega arbeið, þú veist, eigum ekki að gera þetta bara rétt, skilur, en það er allir alltaf að flýta sér svo mikið í öllum hreyfingum. Oft snýst þetta líka bara einföldu hlutina og gera þá vel og gera þá samviskusamlega. En við erum ofta að leita kannski að töfralausnum eða svona fara styttri leiðir. Það er nefnilega bara að byrja á grunninum og ég get alveg ímynda mér að það kannski gæti verið gert betur hjá ykkur eins og hjá öllum öðrum íþróttum, sko. Við erum allavega mjög meðvituð mikilvægi líkamstælunar. Ok, en hvað þú veist, ef ég er ungur kylfingur og ég er bara eitthvað, ok, ég heyrði hvað hann sagði, ég ætla að fara, hvað ég gera? Bara fyrir þessa yngstu, bara, þú veist, verið líka þú veist, verið í mörgum íþróttagreinum þú veist, bara fjölbreyttur bakgrunnum mun hjálpa þér leggið bara upp úr því að hafa gaman þetta áreindar við alla kylfinga en þetta skiptir rosalega miklu máli að vera ekki að
þetta, þú veist, það vantar stundum kannski bara smá creativity stundum hjá okkur að búa til skemmtilegar æfingar og vera með nóg mikið af skemmtilegum keppnum, skora hvert á annan, hafa eitthvað undir, það er ekki að vera peningur, þú veist, má bara vera, þú veist, bara að sé eitthvað sem kveikir í okkur. Ég myndi setja bragðar Já, en þú veist, og vera rosalega bara duglega að setja sér markmið, þú veist, bara lítil markmið fyrir hverja æfingu, vera stöðugt að finna leiðir, hvernig geti verið aðeins betri, bara keppa það sjálfan sig. Ég er að segja mér rosa mikið að klísjum, en þetta er bara svolítið þannig. Og þetta er bara eins með allar íþróttir, en ef ég er 15 til 18 ára og ég bara eitthvað, hann sagði ég þarf að hugsa líkamann og styrkja mig og eitthvað, þú veist, er ég bara að fara til engaþjálfara eða þú veist, finna eitthvað á TikTok, good exercises for golf. Þegar þú ert kannski komin á ákveð level, þú veist, við erum bara það heppin í dag að við erum með rosalega færa þjálfara í okkar golfklúbum. Vissulega mismunandi eftir stærð klúbana, en ef þú ert í svona einum af klúbunum á höfuðborgarsvæðinu, þá er rosalega faglegt starf og þú ert þarna bara í rosalega auðvelt að bara fara til þíns þjálfara og segja bara, ég ætla að fara þangað, hvað þarf ég að gera? Og þú færð alveg uppskriftina. Það er bara spurningi hvort þú sért tilbúin að færa þær fórnir sem að þjálfarinn segir. Og ég held að það snúist miklu meira um það en að þú sért ekki nógu góður eða eitthvað, þú veist, þannig að dugnaður og þrautseigja. Heyrðu, svona loka punkturinn, þetta er samt nokkru spurningar, en hvað ráð hefur þetta kylfinga núna fyrir sumarið? Og ég er kannski ekkert endilega að tala um atvinnukylfinga. Ég ætla að segja okkur hinn, ég á ekki eins og gólsett, sko. Fyrst og fremst að njóta. Og eins og ég talaði um símana en áðan, að þú veist, samfélagið í dag er hratt, það er mikið áreiti í gangi, það er rosalegt tækifæri að fara út á golfvöll, fara í náttúruna, spila með skemmtilegu fólki, slökk á síman. Má vera í símanum á golfvöll? Ég hef ekki að segja þessi litið hot með það. Það ekki? En ég veit eins og gallabuxur eða? Já, sko, ég held að gallabuxur sé nú kannski, það verður minna tabú. Það er skárri. Við erum, ég held að golfíþróttin hefur kannski svona ímynd að vera alveg rosa stiff, en þetta er að verða alveg svona meira líbó. Ég rak fólk heim eða kom í gallabuxum. Já, allavega ímyndin, við erum að sjá fólk mæta í gallabuxum á Alþingi í dag, sko. Ég veit það. En allavega, ég ætla ekki að fara út í gallabuxur, en ég myndi segja að þú veist, já, bara njóta, vera í núinu, hafa gaman, spila marga golfvelli, sérstaklega fyrir fólki sem er á höfuðborgarsvæðinu og er kannski kvart yfir því að eiga erfitt með að fá rástíma eða fá rástíma með skömmum fyrirvara. Það er rosalega margir vellir hérna nálægt. Getur þú farið bara á hvaða völl sem er? Já, ef þú ert skráður í golfklúba þá getur þú skráður bara hérna hvar sem er og hérna og bara þú hefur, já, þannig að það er mikið hérna, það er mikið aðgengi, þú ert bara að kannski hugsa út fyrir kassan. Ég myndi líka að ráðleggja kylfingum að svona spila þess kannski fjölbreyttara leik fyrirkomuleg. Við festum svolítið oft í að spila kannski með sama fólkinu og sama velli og spila með sama leikfyrirkomulegi sem er kannski oft svolítið bara að halda mitt skor eða spila svona punktakeppni, lækka forgjöfina. Forgjöf er alveg geggjatól og alveg bara, þú veist, stórkostlegt fyrirbæri. En það er stundum gott líka svona, nú ætlum ég ekkert að pæla í forgjöfinni, við ætlum að spila hólukeppni í dag eða í liðakeppni eða til dæmis fyrir byrjandur eða svona, við raunum fyrir alla, en mjög gott fyrirkomulega fyrir byrjandur að spila Texas Scramble, veistu hvað það er? Já, mér finnst það mjög skemmtilegt. Þú veist, það er frábært að bara... Það getur skiptist, eða ekki? Já, og ég held að sko, það eru örugglega margir sem svona óttast að fara út á völl út af því að þú veist, halda allir sig að horfa á sig og þú ert miðpunkturinn og hérna, ég fyrir, þú veist, hérna, það er rosalega svona lítið sem þú þarft að gera til að passa upp á til að hérna, hafa ekki neikvæð áhrif á aðra. Þú þarft í rauninni bara að hugsa um að vera ekki að trufla aðra og halda góðum leikraða. Texas Scramble er frábær leið fyrir kannski 4 sem eru stittra komnir að bara, það er bara tilraun. Ég er bara slá eða mistekst og tökum bara besta boltan og höldum áfram og kolla kolli. Og sama ef þú ert að spila bara kannski einn og skráa því hól með einhverjum sem þú þekkir ekki, stressandi, að segja bara hérna, ég er nýliði. Þannig að þú lætur mig vilja vita ef ég er að gera eitthvað sem ég á ekki að gera. Ég held að fólk tekur rosalega vel í þetta. Fólk er tilbúið að leiðbuna. Já, og svo líka bara, þú veist,
ég er bara svona að æfa mig, ég er að taka tilraun. Þannig að þú tekur drive sem þú bara kiksar alveg, ætla bara að taka upp boltan og leggja hann á brautina. Og svo tekur aðra tilraun, mistakst aftur, ætla bara að taka hann upp og ég ætla að leggja hann hérna 10 metra frá flötinni. Þannig getur þú haldið dampi, tekið fullt af tilraunum, en ert ekki að pæla mikið í skori eða forgjöf eða öðru. Þannig að þetta er kannski svona einhverju punktar sem að getur hjálpað. Ég er með hugmyndanda þér. Út að þeir með hana Golf 14, heitir það ekki? Jú. Fyrir 14 yngri. Þessi hugmynda fyrir þau og fyrir eldra fólkið sem að þarf þessa tilbreytingu. Búið til bingospjald. Já, sem tekið bóksinn. Já, bara spila allt hérna. Spila á Grindavík, taktu einn Texas Scramble í mæ eða eitthvað. Þú taktu svona þetta, gerði hérna og þá kannski getur þið Þetta er ekki hugmynd sko. Við erum bara að dreifa eins umferðinni og svo bara dreigið eitthvað og bara, já, ég tek prósentur. Ég set myndaðar á skorkortið. Já, þú setur klefalóku og hana. Ég skal gera það. Já, en hérna, þessi almenni golfari, hvaða mistök er hann helst að gera í golfinu sínu? Ég er svona að hugsa smá tækni. Já. Þú ert ekki að fara að segja að vera að hafa gaman. Það er svona ofta að kannski þekki ekki sína svona takmarkanir og stundum að reyna að gera eitthvað sem að þú átt ekki að vera að reyna að gera. You're not there yet. You're not there yet, nei. Oft tekist þetta svolítið kannski, ég held að margir geta bætt svona leikskipulagið sitt. Að stundum ertu ertu kannski með erfiða hólu þar sem að sjórin er hérna bara nálægt hólunni og þú ert kannski að reyna mikið, þú ert að reyna að koma þér á staðin sem að þú heldur að þú getur sett á í staðin fyrir að spila bara frá hættunni, halda boltanum í leik. Þannig að ég held að svona við getum spara rosalega mörg högg á að taka betri ákvarðanir. Og þetta er líka til dæmis bara að þekkja hvað þú slæðir langt. Það eru langflestir kylfingar sem að ofmeta sína eigin getu, halda þau slá lengra en þau gera. Ég gera það. Og það er svo gott í dag, svo til dæmis sem alla hermana. Þú getur bara unnið í þessu. Þannig að þú vilt þú vilt vita nákvæmlega hvað fer sjöjarnið mitt langt að jafna því. Þar að ef ég hitti sjöjarnið mitt vel, þessu langt fer það. Og taka svo með í reikningin, það er mótvindur og það er svona lega og pæla þess í þessu, reyna að finna smá svona mynstur í sínum leik. Þetta geti hjálpaði mikið og ég veit að kannski fæstir er að leita að svarinu ég þarf að æfa meira. Af því að þú veist, flestir eru kannski að æfa lítið og spila mikið og kvarta svo samt yfir því að vera ekki að ná bætingu sko. Þannig að ég held að kannski þú veist, ég myndi ekki kannski flokka þessi mistök en þetta er kannski tækifæri fyrir kylfinga að eyða meiri tíma á æfingasvæðinu og hugsa ekki það sem eins og þetta sé eitthvað leðilegt. Af því að þú veist, bara segjum sem svo að þú langar í golf en ég er ekki búin að bóka rástíma, það er allt fullt hérna, ég hef bara 1,5 tíma. Farðu á æfingasvæðið, búðu til skipulega á flottum æfingum, notaðu svolítið hugmyndaflugið hvernig þú ætlar að búa til, búðu til markmið fyrir hverja æfingu. Flestir fara kannski á æfingasvæðið, taka 50 bolta, nota sömu kilu, nota sama skotmark, fá rosa lítið út úr æfingunni, af því þetta er ekki markvist. Eða fara á púttflutuna, taka nokkra bolta niður og pútt í fullt af hólum og já, ég var að æfa með að pútta. Sett upp einhverjar stöðvar, þú getur bara búið þetta til. Mér finnst að þú er að búið þetta til. Fyrir fólk. Mér finnst að ég ætti að hjálpa fólki að búa til sína eigin æfingar. Já, bara gefa þeim hugmynd. En þú veist, og það er það sem að flest allar æfingar sem að ég geri á landsliðsæfingum, þetta er bara eitthvað sem ég bý til á staðinum. Eða sérst í aðdraganda æfingar. Við erum oft alltof svona fast mótið í bara, þú veist, ég þarf að láta einhvern segja mér að gera þetta. Í staðin fyrir að bara svona, ég með ætla að taka 5 bolta á þessar 5 hólur og markmið er að setja 3 ofan í af 5. Eða þú veist, hvað sem það er og við held að við getum gert og þú veist, líka fara kannski 2, 3, 4 saman það er keppni, svona þú veist, það er rosalega margt sem við getum gert sem er mjög skemmtilegt en líka eitthvað sem þú getur tekið með þér út á völl því að þarna færðu meiri svona skilning á þínu leik, mynstrinu þínu og alveg þú getur bætt þig. Þarna ertu komið með efni á samfélagsmiðla fyrir allt unga fólkið sem að ætlar að fara að vera sýna okkur hvað þið gerið í svona aðstæðum og hvernig æfingar þið takið út af því að það er actually fullorðið fólk sem að langar að bæta sig og vera jafn gott á þig og getur þá lært eitthvað, prófa eitthvað nýtt. Klálega.
og kannski þetta fólk sem að horfa á okkur sem langar svo bara að styrkja ykkur í kjölfarið. Nákvæmlega, þarna kostum við þetta. Það ertu bara, þetta snýst alltaf vinn-vinn. Já, þetta negla. Herðu, en eitthvað svona loka skilaboð? Loka skilaboð? Já, ég veit ekki til hverra, það er svo margir hópar. Já, ef þú ert ekki í golfi, bara byrja í golfi. Það er ekki flókið. Nei. Það er bara, þú veist, við erum með hérna ótrúlegt starf í okkar golfklúbum. Ok, betur, en hvað ætti ég að byrja? Má ég spila? Findu bara þann golfklúbu sem er næstu þér og leitaði til hans og fáið ráðleggingar, hvað þurfa að gera. Við erum með nýlega námskeið, við erum með rosalega mikið að byrjandanámskeiðum í golfi, þannig að það er rosalega auðvelt leiður búin að bara taka eitt símtal eða kíkja á heimasíður golfklúbana og hérna þá já, bara prófa sig áfram. Þetta er ekki svona skeri eins og kannski margir halda. Nei. Allt í einu poppaði Donald Trump í hausinn á mér, sko, í golfbíl. Já. En já, alltaf. Skulum ekkert fara þangað. Nei, en hérna, ok, en til golfara? Loka skilaboð? Bara njótið sumarsins. Þetta verður klárlega betra sumar en í fyrra. Já. Það er ekki hár þröskuldur þar. Nei. Þetta er bara skemmtilegst í tími ársins er að hefjast, sko. Bara til hamingju. Já, til hamingju. Til hamingju og njóttu. Nú byrjar hátíð, sko. Nú er hátíðin að byrja. Herru, þakka að kella fyrir að gefa þér tíma. Takk fyrir að fá mig í þáttinn. Og bara fullt af vonandi nýtsömu. Ég ætla að læri helling nýtt. Já, og sjálfsagt ætlum við að þakka samstarfsaðilum fyrir samstarfið. Ég ætla ekki að vera með neina brandara, en við þakkum lenginu Auður, Hafi Fiskverslun, Powerade og Nutrilink. Já, til hamingju með sumarið. Takk fyrir að hlusta og gangiði vel að elta þín markmið. Gleðin með Silju Úlfars.